það öðruvísi á fjölsmiðinu því að þið eru raun og vera að taka við krökkum sem eru búin að vera í meðferð. Já, við náttúrulega raun og veru, sko, erum ekki meðferð, við erum vinnustaður og við tökum við þeim eftir meðferðina og þetta bara svona markviss vinna. Þau eru bara að koma að mæti vinnuna mótnana, vinna vinnuna sína, vinna frá 8:30 til 3, fá laun fyrir vinnuna. Þannig að þetta svona það sem tekur við. En okkur finnst þetta samt ekki nóg. Þú veist, það þarf meira utanumhald að okkar mati. Já. Og hvað eru krakkarnir að gera þarna hjá ykkur? Heyrðu, við erum með 6 verkdeildir. Við erum með sem sagt 12 og pökkunardeild og rafmagnsdeild. Við erum með eldhús eða mötuneyti, bíladeild, handverksdeild og smíðadeild. Og þetta í raun og veru, sko, okkar markmið að koma frá okkur í eitthvað annað, framhaldsskólana eða vinnustaði. Þannig að það hefur gengið vel, að koma í skólana, náttúrulega aðeins vera í vinnu núna eins og ástandið núna. En við allavega viljum meina við séum að vinna gott starf. Þannig að en þetta náttúrulega ekki nóg. Við náttúrulega tökum bara 90 krakka. Og þarna inni hjá okkur ekki bara krakkar sem að koma úr fíkniefnameðferð, sko. Það öll flóran. Þannig að það þarf eitthvað meira heldur en bara okkur, en við virðumst vera eina úrræði. Já, þarna kannski vantar eitthvað. Þú hefur nú svolítið talað það líka að það taki ekkit við þegar að meðferðinni sleppir og meðferðartíminn til dæmis hjá stelpunni og þér, hann og stuttur eða ekki? Já, meðferðartíminn hjá mér svona gegnum gangandi meðal meðferðartíminn svona í kringum 8-9 mánuðir. Meðferðartíminn kannski passlega langur að því leyti ef að nær þeim tíma. Þá sýnist mér ég ná góðum árangri með þær og ná þeim á gott skrið á 8-9 mánuðum. Það var það sjálfstraust svona og virðingu fyrir sjálfur sér og fá aðeins áhuga á öðru. En hvað tekur við? Þar pottur brotinn að mínu viti í meðferðarmálum á Íslandi, hvað var snertir unglinga. Vegna þess að það ekki svona heildstætt, það þarf að marka einhverja stefnu að mínu mati í þessu, því það engin stefna í rauninni, sko, þetta of mikið markað upphaf og endi þegar við erum að tala meðferðir. Það innskrift á meðferðarheimili Laugaland og svo útskrift á meðferðarheimili Laugalandi. Við sjáum dæmin, við erum búin að fara yfir það hérna í vikunni, við sjáum dæmin, það þarf að ef að barn á annað borð komið inn í kerfið vegna þessara þátta sem neysla og læknadóp og hvað það heitir, þá þarf miklu meiri eftirfylgni. Það þarf eftirfylgni í einhver ár. Og það vantar? Það vantar. Það vantar að fylgja þeim, ef þau eru annað borð komin inn í kerfið, þá því í svo miklum áhættuhóp að þú lagar það ekki á 6-9 mánuðum. Þú þarft lengri tíma, jafnvel ár. 2-3 ár. Það að fylgja þeim eftir, það að styðja þau, allstaðar. Ég tek undir þetta sem Pétur segir. Það, sko, fólk hefur svona tilhneigingu til þess að horfa á meðferðir, sko, eins og þetta sé svona botnlangabólgu meðferð. Sérst að barnið fer inn á veiktinn á einhverja stofnun og kemur heilbrigt út. Við erum að tala miklu krónískar ástand. Mér finnst betra líka þess að við til dæmis sjúkdómar eins og sykursýki. Þar sem að þú þarft jafnvel ævilanga aðhald, ævilanga meðferð. Eða mjög lengi. En við erum að tala eitthvað sem krónískt og það svo margt sem þarf að laga í þessu kerfi og ég myndi vilja sjá miklu víðtækari stefnumótun í ekki bara innan til þess á míns kerfi Barnaverndarstofu heldur líka í heildinni þar sem við skoðum félagsþjónustuna sjúkrahúsin að við værum öll með einhverja heildstæða stefnumótun. Það engin heildstæð stefni, ertu? Nei, við erum svolítið mikið það og allir stjórnmálaflokkarnir vilja nú meina það og skreita sig með því að þeir hafi heildstæða stefni í þessum málum? Já, við erum svolítið mikið í praxis að vinna í einhverjum ákveðnum hólfum. En ekki einhvern veginn, ég myndi vilja sjá meiri heildarstefnumótun í þessum málum. Já. Ég tek undir þetta svolítið, vegna þess að þetta ekki að setja barn, 13, 14, 15, 16 ára og þau börn fram að 18 ára aldri. Ég hef stundu líkt þessu við að það eins og að skilningurinn sé sá að það sé eins og setja bíl í viðgerð. Bíllinn á að vera lagaður og hann á að vera til þarna á þessum tíma en svo hann jafn illa keyrður þegar hann skilað, þá bilar hann alltaf strax aftur. Það ekkert sem að engin kennsla, það þarf að taka foreldra meira inn í þetta. Ég vil ekki gera lítið eða draga úr líka skyldu foreldra í þessu sambandi. Það mikil ábyrgð. Of mikil tilhneiging til þess að
íta börnum einhvern veginn inn í eitthvað kerfi í stað þess að líta kannski á rótina eða að því oft koma þessi börn náttúrulega frá brotnum heimilum, það má náttúrulega ekki líta fram á því þó að sé ekki algilt. Ég vil koma því fram að allir foreldrar vilja það besta fyrir barnið sitt og það fullt af fólki og allt þetta fólk sem að vinna að þessum málum að vinna það heilindum. Ég fullyrði það og það að reyna að finna ævinlega bestu lausnina við að koma í. En það samt enga síður úrræðaleysi. Fjölskyldur hafa mjög mismunandi þarfir og það sem þarf að mæta. Já, mismunandi meðferð og annað. Ég meina, þið í fjölsmiðinu leggið áherslu á það sem að þið leggið áherslu á, en ég meina væntanlega hafið þið mikla skoðun á því hvernig meðferðarkerfið byggt upp. Ég meina nú til dæmis búið að bæta nýju kerfi sem að byggir voðalega mikið á því að það sé ákveðin meðferðin á heimili sem að gengur út á fræðslu fyrir foreldra, fræðslu fyrir börnin. Þetta eitthvað sem hendar öllum eða verður þetta að vera viðbót við hitt allt eða? MST, já þú ert að tala um það. Ég að tala um MST. MST virkar á sumum sviðum. Ég tel að MST virki ekki fyrir fíkla. Nei. MST virkar fyrir hegðunarvandamál, samskiptavandamál, þannig að foreldrar mjög mikið inn í meðferðinni sem gott. Og þetta gengur út á að taka barnið ekki úr sínum eðlilegu aðstæðum. MST, það sem mér hefur fundist, það þarf að vera sterkir foreldrar á bakvið, ekki brotna fjölskyldur. Ég geti séð fyrir mér MST virkar rosa vel sem einmitt öryggisnetið eftir langtíma meðferð. Vera 8 mánuði á Laugalandi, fara þá í MST og vera með þetta öryggisnet í 5-6 mánuði. Á eftir massífri meðferð. Það þarf að aðgreina svolítið þarfir barnanna. Ef við erum með krakka sem í lítill áhættu þó við getum verið fyrirfram mikil og erfið eða í miðlungs áhættu, þá virkar MST vel. Þegar við erum að tala krakkan í mest áhættunni þá þurfa þessar stofnanir að koma inn í. Þetta hefur sýnt fram á þetta í mörgum rannsóknum að við þurfum að hafa í vopnabúrunum okkar og eða verkfærikistunni mörg verkfæri. Og MST mjög mikilvægt verkfæri þar sem það á við en það á bara ekki við alls staðar. En það virkar mjög vel og þar erum við laus. Mörg fjölbreytt úrræði. Já, og það sem fólk að reyna að gera með MST það að koma í veg fyrir þessi smitáhrif sem að fólk að tala að þau taki hvert upp eftir öðru inn á meðferðarheimilum og taka kannski krakka í meðaláhættu og sitja mjög hörðum krökkum, það getur virkað að hann raunverulega bara þau eru út. Já, þannig að krakki í vægari neyslu fer þá fljótar í harðari neyslu. Já, eða krakki sem bara í fikti getur farið í neyslu. Já. Þannig að við þurfum að meta þarfir barnanna og fjölskyldna þeirra svona svolítið raunhæft og við þurfum að eiga verkfæri til þess að mæta þessum þörfum. Þetta eitt verkfærið og það hefur svona verið lögð meira áherslu á það á meðan að meðferðarheimilum hefur verið kannski frekar lokað og þetta eins og sé eitthvað tilhneiging að fara meira inn í þessa átt. Hvernig hugnast þér það? Já, mér hugnast það vel. Í rauninni að því leita, ég er kannski ekki alveg sammála að ég tel MST mörgu leiti. MST er að vinna með hátt í 90 fjölskyldur í gegnum MST í dag. Já. Þannig að þetta er bara virkilega góð viðbót. Þarna er verið að vinna með einstaklingin í sínu næru umhverfi. Það er verið að vinna, þetta er mjög foreldramiðað. Og ef að það gengur ekki MST þá er leitað að öflugur úrræðis og þá koma meðferðarheimilin inn. Já. Ef að það brestur skilur. En það er forsenda fyrir til þess að barn koma stuðla það sé búið að reyna vægar úrræði fyrst. Já, það er þannig. Já. Bara svona, svo fólk velkist ekki í vafa, getur þú útskýrt bara alveg örstutt hvað MST gengur út á? MST gengur út á það er þerapisti sem er hægt að ná í allan sólarhringinn, alla daga sem fjölskyldan getur náði ef eitthvað fer sem leiðbeinir fjölskyldunni sem styrkir foreldrarna í að finna aðferðir sem að gagnast best með mjög skipulegum aðferðum í fljótu bragði má segja það sé það til þess að þau geti ná tökum á stjórna sínu barni. Já, nákvæmlega. Að því leytinu til er þetta er gagnreynd aðferð sem hefur sýnt sér skila góðum árangri. Þannig að því leytinu til er þetta aðferð sem er mjög góð og mjög mikilvæg viðbót inn í okkar kerfi. Vitið það hendar þessi aðferð eitthvað betur gagnvart til dæmis þessu fólki sem við höfum verið að fjalla í vikunni sem er mjög harðri neyslu eða er hægt að lesa eitthvað svoleiðis út úr því? Nei, ég þekki ekki og ég get alveg tekið trúlega undir með Sólveigu varðandi þessar fíkla sem er mikil í neyslu. Þar geta verið erfitt. Já. En ég veit að þeir hafa verið að mæla út frá MST að
afbrotum að fækka hjá börnum sem í MST. Það einn mælikvarði. Það að koma í ljós þar. Þannig að það er bara að gera að hafa sem flest meðferðarúrræði í boði, en við þurfum á meðferðarheimilum að halda, við þurfum öflug meðferðarheimili, því að ég eins og við sjáum að þegar að börnin eru komin í þetta rammaumhverfi, þau ná að vera, og þeim mætt þar sem þau standa, og þau fá að vera börn aftur. Ég tala talsvert mikið út frá stúlkum, ég að vinna með stelpur, þær hafa flýtt sér talsvert mikið að verða fullorðnar. Þetta eru 13 til 14, 15 ára eins og ég margoft kom inn á. Það þurfa kannski að gera það til að lifa af í neyslunni. Til að lifa af í neyslunni, og það ljúga til aldur í neyslunni. Það ljúga til aldur. Og eru komnar svo langt fram úr sér. Það mesta sem ég sé, það þegar maður næra að spóla þær niður og láta þær verða aftur 13, 14 og ná þeim niður að vera barn. Getur þú sagt okkur, ég meina, þegar þið fáið til dæmis fíkil, eitthvað sem búin að vera í harðri neyslu inn til ykkar, hvernig gengur vinnan með þennan fíkil, ef við getum orðað þannig, meina, hvernig gengur fólki að ganga inn í þetta prógram sem þið bjóðuð upp á? Þau eru náttúrulega bara útrúlega flott, sko. Það gengur bara vel. Já. Og við megum eins og Sólveig sagði ekki gleyma heldur að við erum að ná árangri öll. Já. Þannig að það má ekki gleymast. En það gengur vel að ná þeim inn í rútínu. Og það ekkert mál. Þau eru náttúrulega að koma frá heimilum sem búið að vera rútína, eins og meðferðarheimilum. Þau eru komið til okkar. En það sem okkur finnst kannski vera erfiðast er að þegar þau hrasa. Þá, hvað gerum við þá? Því að auðvitað megum það ekki vera inn í okkur í neyslu. Að þá náttúrulega höfum við samband við einhvern sem með barnavernd eða yfirleitt barnavernd. Að þá spurning, hvað tekur við þá? Ég meina, við viljum heldur ekki fá þau út á götu. Við viljum ekki hafa þau inn í okkur í neyslu, en okkur líður heldur ekki vel að vita þeim úti. En þarna getur liðið einhver svakalegu biðtími, þannig að það gerist eitthvað með þá. Já, af því að kerfið getur ekki tekið einhvern veginn strax inn. Nei. Og þá eru þau bara einhvern veginn, annarkvort eru við með þau í neyslu inni sem náttúrulega ekki hægt, eða þau eru bara á götunni. Er þetta svona? Já, það náttúrulega, það virðist eins og fyrir krakka sem í harðri neyslu þá vanti úrræði. Ég held að við getum öllur sammála það. Maður myndi vilja sjá sterkar og meiri úrræði þar. Já. Sérstaklega ég að hugsa krakkana á aldrinum 16-17 ára. Þannig að þarna er ein brotalöfun sem að hægt að skipta inn í. Þú hefur talað svolítið skapandi starf. Það skiptir miklu máli. Já, það eins og við leggjum upp með á meðferðarheimilinu hjá mér að virkja stúlkurnar. Við höfum framleitt, búið til að framleitt 2 bíómyndir og unnið að þeim og sýnt í sambíónum Akureyri og boðið barnaverndarfulltrúum og foreldrum. Það stórkostlega myndir og hafa staðið sér frábærlega vel stúlkurnar. Nú í haust erum við að stefna minningatónleikum Sigrúnu Mjöll sem dvaldi á meðferðarheimilinu Laugalandi 30. september. Og það mikil spenna strax byrjuð í dag. Við erum að vinna að því að fá hljómlistamenn og aðra tónlistamenn til þess að taka þátt. Já. Þannig að það að virka og annað. En ég vil bara koma fram að í tengslum við læknadóp að það þarf að skera upp einhverju herörg gagnvart því vegna þess að við höfum verið hingað til of mikið einblínt á hass og amfetamín og neyslu, fíkniefna neyslu, en það er læknadópið sem tröllir í öllu og ég fegin því að þakka Kastljósi kærlega fyrir að hafa opnað augu fólks fyrir þessu. Já. Í því sambandi langar mig að segja eitt að ég vil nota þetta tækifæri til þess að hvetja landsmenn til þess að hverjum sig gæti að sínu baðherbergisskáp og sínu lyfjaskáp heima. Vegna þess að það er ótrúlega mikið af lyfjum inn á venjulegum heimilum sem stendur á hverjum einasta lyfjapakka geymist það sem börn ná ekki til og við erum ekki að tala 30 ára. Nei. Við getum verið að tala 16 ára. Það er nefnilega nákvæmlega málið. Ég þakka kærlega fyrir að koma hérna í Kastljós og við ætlum að halda áfram að fjalla þessi mál á næstunni. Velferðarráðherra situr fyrir svörum hér á mánudag og við munum á næstu vikum birta fleiri fréttaskýringar þetta efni.